Það ætla að halda áfram hérna í föstudagsþættinum og næsta ætla aðeins að tala ferðaþjónustumálin. Það náttúrulega var sumardagurinn fyrsti í gær, þannig að það eru árstíðaskipti sem hefur náttúrulega auðvitað mikið að segja í ferðaþjónustunni. En það er nú líka ansi mikið að vera þar, kannski mest rætt skattamál þessar myndir, en auðvitað líka eins og hérna fyrir norðan flug til Keflavíkur, eða sem sagt flug frá Keflavík kannski helst, og Dettifossveg og ýmislegt. Og ýmislegt líka jákvætt í forvarninu, en við skulum aðeins ræða þessi mál. Vertu velkomin til okkar. Takk. Byrjum bara strax á skattamálunum. Það er í rauninni allt alveg bandbrjálað í ferðaþjónustunni yfir þessari hækkun sem virtist bara einhvern veginn komið svo þruma úr heiðskíru lofti til allra, eða hvað? Var samráð við ferðaþjónustuna í þessu máli? Nei, það var ekkert samráð haft við ferðaþjónustunni í þessu máli sem er sorglegt vegna þess að við eigum jú núna stjórnstöð ferðamála sem var stofnuð til þess að auka samráð og samtal við öll ráðuneytin sem koma að ferðaþjónustunni. Þannig að það er hálf dapurt að sjá þetta skella svona á menn fyrirvaralaust og svona frekar illa undirbúið. Bæði er þetta mikil hækkun sem að fyrirtækin þurfa að taka á sig sjálf og síðan er þetta bara að búa til auka flækjustig vegna þess að þá að hækka þá virðisaukaskattinn mitt næsta sumar, síðan á að lækka hann aftur. Þannig að menn sjá fram á jafnvel 3 mismunandi verð á einu ári. Og það sem er kannski verst við þessi áform, það er að svona mínu dómi að það er ekki verið að horfa á hvernig ferðaþjónustan er rekin í landinu í heild sinni núna. Það er svolítið verið að gera þessar áætlanir út frá því að ferðaþjónustan sé öll í blúsandi hagnaði og uppgangi hafi mikið að gera, það sé alltaf springa. Menn voru jafnvel að tala það í upphafi að það ætti að fækka ferðamönnum með þessu. Og það er ekki það sem við þurfum út á landi. Hér á Norðurlandi til dæmis erum við ennþá með mjög mikla árstíðasveiflu. Við höfum jú verið að sjá akslirnar aðeins skána, vorum að fá nóvembrinn í fyrra, en menn eru ennþá að reka á mjög mörgum svæðum á Norðurlandi ferðaþjónustuna sem bara svona hluta úr ári, eru bara að fá nokkra góða mánuði og þurfa síðan að reka fyrirtækin þá af þeim tekjum sem þeir fá á þessum góða mánuði. Og menn hafa bara ekki bolmagn til þess að taka á sig svona hækkanir. En hækkunin ætti náttúrulega væntanlega að fara bara beint út í verðlagi til ferðamannana og þeir greiða þá hærra verð? Já, það er rauninni líklega það eina sem menn geta gert, það er að hækka verðið. Það mun aftur verða til þess að ferðahegðun mun breytast hjá þeim ferðamönnum sem eru að koma til landsins. Það sem við erum alltaf að berjast við hérna út á landi, það er að fá menn til þess að ferðast lengra, fara sérst út úr borginni, borga þennan mismun sem það kostar að komast út á land, það er að segja auknar samgöngur sem er innanlandsflugið eða akstur með eigin bíl, bílaleigubíl eða einhverjum almenni samgöngum. Það bætir síðan mjög miklu við pakkan að koma til Íslands að auka þennan kostnað, bæði samgöngukostnaðurinn og síðan líka auka ferðatími. Og síðan bætur þessari hækkun ofan á það, þá er þetta orðið erfitt að fá menn til þess að koma út á land. Þannig ég held að áhrifin verði þau að ferðaþjónustan hún mun vaxa meira í höfuðborginni næst alþjóðaflugvellinum og minna út á landi. En það var akkurat það sem að allavega stjórnstöð ferðamála ræddu að ætti einmitt ekki að gera, heldur frekar að fara út í það að dreifa ferðamönnum landi, þannig að myndi minnka álæð en myndi samt halda áfram að fá gjaldeyristekjur. Það hefur aldrei verið í umræðunni og það er nú kannski svolítið klikkað en þú veist að hafa þetta, það er ekki öll ferðaþjónustufyrirtæki með nákvæmlega, þú veist það er ekki öll ferðaþjónustufyrirtæki bláa lónið. Nei, það er ekkert öll fyrirtæki sem að moka í gegn hjá sér ferðamönnum og bara þeir eru bara að fiska í torfunni. Það er alls ekki þannig og fyrirtækin þau þurfa ennþá mikinn stuðning. Það sem að vandar í rauninni eru gögn sem sýna þetta vegna þess að í ferðaþjónustunni þá er allt of lítið til að rannsóknum og það er rannsóknar og þau gögn sem eru til eru yfirleitt landið í heild sinni og það er svo falleg mynd. Þar sjáum við bara aukningu í vetrarferðaþjónustu, aukningu í eyðslu per ferðamenn, þeir kaupa sér fleiri ferðir og allt bara í lukkunar velstandi. Ef þú ferð hins vegar að skoða þetta niður á landshluta, þá sérðu allt aðra mynd og hún er svolítið gleymd. Það sem er sorglegt við það er að við erum búin að fá ferðaþjónustuna sjálfa til þess að átta sig betur á þessu og núna bara á síðasta ári höfum við fundið mikla breytingu í því hvernig menn eru farnir að tala fyrir því að ferðamenn dreifist á landið og erum farin að finna bara fyrirtækin sem eru að starfa fyrir sunnan, þau vilja koma ferðamennu lengra og vilja fara að þróa vörur hér hjá okkur þannig að menn geti selt meiri þjónustu hérna. Og síðan kemur þetta útspil þá núna varðandi vaskinn sem er í rauninni bara þvert ofan í þessa þróun og mun skaða okkur. Viltu þá meina að þetta sé mögulega komið jafnvel verst niður á landsbyggðunum?
Já, ég held að þetta komi verst niður á þeim sem eru með kannski hvað veikasta stöðu. Þeir sem eru með mesta árstíðasveiflu, þeir sem eru það mest, eða sem eru hvað mest að byggja sína afkomu á tekjum yfir örfá á mánuði. Þeir eru í viðkvæmri stöðu og það eru þeir sem að munu helst skaðast af þessu minni fyrirtæki. En nú situm maður svolítið, þú veist, það er náttúrulega þetta orðnir ansi margir ferðamenn, sérstaklega á suðvesturhorninu og náttúrulega aukningin bara gríðarleg, ég sá þetta voru skemmtileg frétt um það hvernig Leifsstöð upphaflega hefði verið gert grín að henni fyrir að vera einhver höll og monthöll held ég alveg örugglega að einhver þingmaðurinn hafi sagt og síðan er búið að stækka hana þrefalt og hvergi nærri nóg og ferðamenn eru auðvitað að nota vegi og okkar innviði og stoðir og svo framvegis og fólk situr auðvitað og segir, ég meina, heyrðu, akkur eigum við að borga það, þú veist, þeir verða bara að borga það sjálfir og fyrir utan það að ríkiskassin er nú ekkert að drepast úr spiki, að þú veist, hér er bara heilbrigðisþjónusta og hér er löggæslan, allir upplifa sig fjársvelta, menntamálin og guðum þetta hvað, akkur eiga ekki ferðamennirnir að, þú veist, það að við fáum þá að koma með peninga inn. Ég held að ferðamenn, þeir eru að koma með peninga inn, það er svolítið kannski það sem við gleymum, vegna þess að við sjáum bara uppganginn hjá okkur á Íslandi og það er vegna ferðaþjónustunnar. Ferðaþjónustunnar var að skila og makrílsins. Og makrílsins, já, ekki gleyma honum, konar gott. Og ferðaþjónustunnar var að skila á síðasta ári 90 milljörðum í ríkiskassan og það er nú eitthvað hægt að gera úr því. Og við líka gleymum við svolítið að við erum öll í ferðaþjónustu. Ferðaþjónustan er að skila okkur því til dæmis út á landi að við getum haft opnar bara matvörubúðir á fleiri stöðum heldur en áður. Ferðaþjónustan er að skila peningum inn í samgöngukerfið. Við væri bara mun verið stödd í samgöngumálum ef ferðaþjónustan væri ekki til staðar. Það er auki álag á heilbrigðiskerfið vegna ferðaþjónustunar en ótrúlega lítið samt sem að ferðamenn nýta af því miðað við okkur sem íbúa. Þannig við getum svolítið litið á það núna að við getum gert ráð fyrir 2,3 til 5 milljónum ferðamanna í ár. Þetta eru íbúar tímabundið hjá okkur sem ekki að nýta menntakerfið, ekki nýta heilbrigðiskerfið nema bara svona litlu liti, en þeir eru að skila miklum tekjum til okkar. Þeir eru að kaupa á okkur matvöru til dæmis og ég held að landbúnaður til dæmis geti haft mikinn hag af þessu. Hann er raunin að flytja át lambakjöti á þess að þurfa að flytja það erlendis vegna þess að það er bara sótt til hans og þannig að það er alveg gríðarlegur ávinningur af ferðaþjónustunni og við þurfum að halda honum gangandi og passa hans við allt landið. Og hans, eru við þá að skjóta okkur í fótinn með þessu? Þínum mati? Já, við erum að gera það. Við þurfum nefnilega að horfa líka á það hvernig viljum við að ferðaþjónustan þróist. Viljum við að hún þróist þannig að það komi til Íslands eingöngu ferðamenn sem að vilja eyða sem minnstu, dvelja bara í stuttum ferðum og dvelja í kringum höfuðborgina eða viljum við ferðamenn sem eru tilbúnir að eyða sem eru koma út á land, dvelja lengur. Það er þeir sem við erum að sækjast eftir. Og ég held að svona auknar verðhækkanir, þeir ýta þessum ferðamennum í burtu frá okkur. Í því ljósi að það er föstudagskvöld og fólk kannski nennir ekki leiðindum endalaust að skulum hætta þessum skattamálum. Það búið að vera mjög gleðileg tíðindi varðandi þetta beina Keflavíkurflug. Já. Sem eru þetta að skila ferðamönnum hingað og við, svo sem okkur finnst ekki leiðilegt að geta líka komast bara beint til útlanda án þess að þurfa að fara til Reykjavíkur. Þetta hlýtur að vera kærkomin viðbót. Er þetta eitthvað sem hún geti trúið að geti virkað? Já, ég held að þetta eftir að ganga mjög vel og þetta er búið að ganga betur heldur en menn þorðu að vona í upphafi og ég verð að hrósa Norðlendingu fyrir að nýta flugið rosalega vel. Það er bara frábært að sjá það vegna þess að það hefur stundum verið þannig þegar kemur svona flug að það hefur verið svona svolítið neikvæðni, þetta hefur verið vesinn og dýrt og menn hafa bara viljað fara til Keflavíkur. En þetta flug er nýtt vel á heimavönnum, þetta er nýtt vel af einstaklingum, erlendum sem eru að koma hinga norður, þannig að þetta er að skila ferðamönnum vel hinga. Það hafa verið uppseldar vélar sem er bara frábært. Það sem á síðan eftir að bætast inn, það eru ferðaskrifstofur sem að þær bara taka tíma í að koma sér inn í söluna hjá sér að því menn eru ofta að selja 1-2 ár fram í tíman. Þannig að það fyrir vonandi að koma bara með haustinu og svona fram á næsta ári. Þannig ég sé enga ástæðu til þess að annars en að þetta haldi áfram. Og þetta er náttúrulega bara, þetta er ótrúlega þægilegt að geta farið bara hérna út á völlu. Það munar öllu. Ég held að fólk í Reykjavík fatti það ekki hvað þetta munar miklu. Það þurfi ekki að taka eina nótt þar eða jafnvel sikkur megin við. Þetta bætir ferðalagið svo breytir í svo miklu. Að lokum, að því tíminn okkar er búinn, þú sagði mér frá skemmtilegu og spennandi verkefni með ógeðslega leiðilegu heiti. Já, DMP heitir það, Destination Management Planning. Það er sem sagt
verið að fara að skipuleggja ferðaþjónustuna landið allt og hérna á Norðurlandi þýðir þetta að við munum fara og það er verið að bara búa til plan það hvernig við viljum að ferðaþjónustan þróist. Hvar eiga að vera ferðamenn, hvar eiga ekki að vera ferðamenn, hvar vantar aðstöðu, hvar þarf að byggja hana upp, hverjir ætti að gera það, hvar þarf að skipuleggja betur. Þannig er rauninni ferðaþjónustan að koma með sínar tillögur að hvað þyrfti að gerast. Og í þá mjög góðu samtali við sveitafélögin og ríkisvaldið sem að vonandi síðan fjármagnar þessar aðgerðir. Þannig að við förum að geta svona sinnt almennlega þeirri þjónustu sem við eigum að gera. Það hlýtur að vera eftir allan skattin sem þið setið inn. Já, sjálfsög, við hljótum að fá alveg fullt af pening. Takk fyrir spjallið og gangið rosa vel í þessu öllu saman. Og við ætlum að halda áfram í föstudagsþættinum eftir augnablik.